hvernig gengur svo með Rannu? Bara mjög vel sko, við erum búin að vera saman hérna í 2 ár. Já, ok, svona lengi? Já. Bara, já. Hvernig finnst þér hann þessu nýju stelpuna, hvað heitir þið? Sóli? Já, hún er flott sko. Hún er mjög flott sko. Sko, ég vil ekki vera hlutgerðar konur, en ef ég ætti að gefa þeim einhvern, þá ég með smá lista. Já. Og þess að sagt sko, ég uppfæra hérna Sóli á toppnum sko, Anna, segjum alltaf Gugga, 8-5, það smá bara svona sem að... Rannveig? Þetta kærasta mín? Já, með þristur sko. Þú veist, það alltaf lægi að fara upp 2, þannig að þetta gengur alveg, skilur við. Já. Fyrir þig. En eins og ég segi, þá vil ég ekkert vera að gera neitt svona upp á myndi. Ég held að ég þurfa að fara að vinna sko, ég hef mikið eftir og... Ok, við sjáum bara. Manst bara hvað ég sagði. Hvernig gekk prófunu morgun? Það fjallu 5 sko. Grímur. Já, sæll Grímur. Ég kom hérna út af starfinu. Já, ég veit. Ég vissi að því. Velkomin í þetta atvinnuviðtal. Atvinnuviðtalið gengur þannig fyrir sig að ég spyrði þér nokkrar spurninga. Spurningarnar eru allar jafn mikilvægar. Og já, ekki bara að hefja það? Jú, ég er til. Grímur, hvernig heldur þú getur hjálpað fyrirtækinu? Ég er bara rosalega góður starfskraftur og rosa duglegur þegar ég er í vinnu og stundvís og ég tel mig bara klárlega að vera rétta mannin í þetta starf. Ok. Ertu sjálfbjarga? Já, algjörlega sko. Ég er mjög fljótur að læra og ég vissum að ég geti bara strax fara að vinna þetta á að hjálpa sko. Ok, það er flott, en Grímur, hvað ertu þungur? Ég er 65 kíló, cirka. Ok. Hvað er mikið af því fita? Ég bara þekki það ekki. Ég hef aldrei farið í svoleiðis mælingu sko. Ok. Það er sannlega ekkert mikið, það held ég. Það getur verið þá að við sendum þið í fitumælingu. En hverja telur þú vera svona þína kosti og galla í starfi? Já, mínu helstu kostir eru ég er stundvís, fljótur að læra og mjög duglegur. Og svona eini gallinn sem ég get hugsað núna er að ég get aldrei fundið neina galla í atvinnuviðtölum. Já, það verður að tala svona góður galli. En Grímur, horfirðu mikið á klám? Nei, alls ekki. En ég meina þú hefur væntanlega eitthvað horft á klám, er það ekki? Jú, alveg einhvern tímann bara, en ég legg það ekkert í vana minn. Ok. En ég meina, þegar þú horfir á klám, hvað ertu þá helst að horfa á? Bara þetta venjulega, held ég. Þú ert sem sagt ekkert mikið í því að fara svona eins og maður, ef við slettum nú aðeins, out of your comfort zone í kláminu, samsagt. Nei, eða þú veist, nei, ég náttúrulega horfi ekkert mikið á klám. Hvað, kemur þetta vinnunni eitthvað við? Nei, ég er bara að grínast í þér. En hvenær heldur þú getur hafið störf hérna? Ég get það leið og ég er búinn í skólanum bara, sem er eftir 3 vikur, þá fer ég í seinasta prófið mitt. Ok. Og ég get bara byrjað saman beint eftir það og síðan venda... Grímur, ertu umskorinn? Ert þú ekki hérna? Jú, bara hérna. Ok. Ekki samt fara, ég ætla að hans að skreppa í skott. Já.
Jæja, vinur mín. Hvað er verið að bralla? Já, ég var bara að klára afskýrsluna. Hvað sé þetta er? Æj, en leiðileg. Þú gerir bara nýja. Til leið, já. Þetta er blessaður. Lögreglan þurfti að skerast í leikinn þegar eftirparti og bókfann okkur böndunum laustur til klukkan 3 í nótt. Yfir til þín, Lárus Brjáln Mói. Takk fyrir, Sami. Í fréttum er þetta helst. 2 grímuklæddir óþokkar brutust inn bakdyramegin í litla sæta íbúð á Flókagötunni laust fyrir klukkan 3 í gær. Þeir ruddust inn, bundu niður eigendann með leðurólum og létu svipurhögginn dynja svo hann kveinaði og öskraði. Nágrannar hringdu á lögregluna, mennirnir eru ófundnir. Þeir sem grunaðir eru verknaðir eru Lalli Svipa og Sveppi Leður. Ég heiti Lárus Brjáln Mói, Sami segir bless.